Komið sæl og velkomin í nágranna á norðurslóðum. Þetta 40. og 4. þátturinn sem við gerum saman, N4 og KNR. En KNR, Grænlenska sjónvarpið, heldur einmitt upp á 60 ára starfsafmælið sitt þessa mundir og óskum við þeim innilega til hamingju. Í þætti kvöldsins kynnumst við meðal annars ljósahönnuðinum Naleraq Eguinus og hittum Niels Pavla Lynge sem hefur einmitt starfað með okkur að gera þáttana nágranna á norðurslóðum en hann byrjaði að vinna sem tæknilærlingur á KNR árið 1976. Við förum í Skagafjörðinn og hittum Evelyn Ýr sem býr á Lýtingstöðum þar sem hún hefur meðal annars látið byggja fyrir sig hesthús úr torfi sem heilla bæði hesta og menn. Þá lærum við að búa til slátur með flinkum leiðbeinendum á Hallormsstað. Unnumanna ulipranttiungaluaq eqqaalniarlugu sammisussaarput inuttaa oqaluttuaralungu ilisaratillugu atuakkia taallialu aama tikillattaarlutigit unnu qulequtaqarpoq uliprant angumerivarput ulipranttiungaluaq imerissun ilungorsimara ukiuhunneru matumassiornatigut tassa aasia eqqaanippoq nunarpassuit aasia eqqaaniittut atuakkiaani tamakkua aqqi atuarneqarsinnaasut nuannaartunartorpassuut usarnersullu amerlaqaat massaq tamaas immik taagungikkaluarlugit taalaanginnassuakka soorlu iginniarfik aasia eqqaani maniitsoq arfersiorfik attup ummannaa taseralik ilaallu ilangullugit uulippa taamanikkuila eqiasuittorsuut ammalu qalluaatut tuumi ikkalaassuungertisinaasu imaaliallaanarlu uuli inuit ikittuaqaqorna taamattu sukkasoruussaamsuuttama suliaarsinnal eqqaamava Philip Lausen patuakkia taanna imma suleqataafiitsiarakku nulatsinni apersuinertalik taanna imma Philip Lausen paqatiimmo københavnimilluta kiamit nutsersinnaa eqqassaat arlaata oqaatiwa mulippantsiguntas taanna saafiineqaam sapaatakunnerat qaayutingittorluunni quppernertuunner foorut kalaasut nammaseersimava tastaan pikkoot uliprantip tallia naqitigaалlut saqqummersimasu ikittuaraarsuus paasipara аллагаатеқарфимму мисиссуиарторнин наамматторпакка уулим аллаттаави наммининуата ассаммини аллатай кулеқутсерлугу поеси тассани такулерпак таалларпаруйуссуит ассигингитсорпаруйуссуарни ималли атуаккиамини сиулакутсиусаас тиффип атуараармагу атуассангилара аама туллуартук тууми туллуартук тоқунера такингорна атуаккана хатерпианиитто тааллату илусеқангиккалуарп кисани тааллатуни пеқартоқ уна атуалаарусуппара аалларниутигалугум калааллип ууматаата силлернера униппат исаи уеққиссанатик сеқунгерпата тими иссорсимасоқ иливермут маторнеқарпат наюттаараккингуаа ималуунниит эққарлеқ ималуунниит икингут алиасуттоқ кисианни инуунермик ингерлатеққинниссаминут пиаарерсимасоқ эққиагааллунилу накуссатитаасимасоқ сиуаасап тоқорерсуп анерсааванит инуяат калааллит атааннарсиннааққуллугит
Þetta eru Lýtingsstaðir í Skagafirði. Þar rekin nokkuð öflug ferðaþjónusta þar sem íslenski hesturinn gegnir lykilhlutverki. Torfhús hafa verið hlaðin sem vekja óskipta athygli gesta. Þegar við á N4 litum við var Evelyn Ýr að sýna þýskum gestum torfhúsin. Annað húsið er hesthús en hitt er skemma sem geymir ýmsa hluti tengda hestum og landbúnaði í áranna rás og skammt frá húsunum er svo hlaðin rétt. Mér finnst svo rosalega gaman að spá í hestinum út frá sögunni og ég hef alltaf verið rosalega hrifin af torfhúsum en hér á bænum er ekkert eftir. Það var allt jafna við jörðu eins og á mörgum bæjum reyndar og svo bara allt í einu það hafði ég hugmynd, mér vandar eiginlega að fá svona gamaldags, svona ekta hesthúsi og torfi svona til að auka upplifun ferðamanna þegar ég fer að tala sögu hestsins og þá fór þetta allt í gang. Þannig að þú hefur verið búin að hugsa málið í svolítinn tíma? Kannski ekki mjög lengi en ég er menningafræðingur og er alltaf að spá í alla hluti sem eru svona í gangi í kringum mig. Mér langar að vita af hverju eru hlutirna eins og það eru og vinn sem leiðsögumaður og þá er maður alltaf að leita leiðir svona til að miðla og þá bara, já, einmitt kom upp þessi hugmynd og ég let hana bara vera að veruleika. En varstu strax ákveðin í því að hlaða þetta upp sem sagt samkvæmt öllum þeim reglum og þeim hefðum sem að voru hér áður fyrr? Já, eiginlega kom ekkert annað til greina nema bara að hafa þetta svona alvöru, bara láta hlaða alvöru, ekki bara þú veist að byggja eitthvað hús eða skemmu og svo bara hlaða torf í kringum þetta svona til að fá ekta stemningin. En það er náttúrulega ekki auðfundin menn sem kunna að hlaða nú til dags á Íslandi. Þetta er bara, já, handverk eða heft sem er svona, já, bara næstum því að deyja út kannski, ekki alveg. Það er gert ýmislegt svona til að varðveita, en ég fann nú bara mjög góða mann hér í Skagafirði sem er að vinna mikið fyrir Þjóðminjasafnið, hann Helgi Sigurðsson frá Ökrum, og hann var bara strax til í það og hann kom bara að þessu verkefni alveg frá byrjun og já, og var að hjálpa til að teikna húsin og svo bara byrja að hlaða. Var það mikið verk? Já, svona, já og nei. Þetta tók eiginlega ótrúlega stuttan tíma þegar við vorum að fara af stað. Ég held í heildina kannski svona 8 vikur í allt, en vinnan sjálf hefur nú kannski ekki verið meira en kannski svona, já, 3 vikur, en svo þurfti alltaf að bíða inn á milli. En já, bara 1 ári eftir að ég átti hugmyndina þá var bara húsið að veruleika. Og svo réttin líka? Réttin líka, já, hann kom bara árinu á eftir. Það var eftir að hlaða hann og ég gat hjálpa til í því. Mér fannst það bara ótrúlega flott að hafa tækifæri til að hlaða með honum Helga. Og við vorum að nota öðruvísi aðferð með að hlaða svona til að geta sína. Það eru til öðruvísi hleðslu í torfvekkjum og það var bara, já, mjög gaman að geta verið með í því. Svo ertu búin að sanga að þér hér gömlum munum sem að tilheyra svona húsum? Já, það var eitthvað til hér á bænum sem var sem sagt á Lýtingsstöðum og svo fór ég náttúrulega bara að kynna verkefnið og fólki var bara rosalega hrifin af því, Íslendingar í kringum mig, sem ég er að gera hér og voru að hjálpa til að bara tína saman ótrúlegustu hlutir. Og það er bara mjög gaman og mér finnst bara mest gaman að fá einhverju hlutir, það sem einhverju sögu er með og getur bara sagt fólkinni frá því og bara, já, frá þessum hlut og koma svo bara inn á sögu og bara ýmislegt annað. En þegar þú ert að sýna húsin, hvað segir fólk og hvaða spurningar færðu? Já, það er náttúrulega, fólk kemur kannski misjafnlega undirbúin í svona leiðsögn, hefur kannski misjafnlega áhuga sviðir sem er að koma, þannig að það eru bara spurningar, stundum er bara mikið spurt hestinn, stundum er mikið spurt torfið, stundum hefðir eða menningararfið, það er bara alls konar spurningar og maður þarf að vera svolítið viðbúin öllum spurningum. En eru spurningar mismunandi eftir þjóðernum? Hvað segja Íslendingar? Já, það er nú ekki síður Íslendingar sem hafa gaman að koma hingað og ég einmitt að fá stóran hóp á morgun, held ég 20 manns eða 25 manns
og mér finnst ekki síður gaman að fá Íslendingar af því þá eru að koma svona öðruvísi umræðu náttúrulega. Það eru oft kannski einhverju konur eða menn sem hafa kannski ólst upp í torfhúsum og getur bara komið með einhverju reynslusögu og segja frá og það bara gott fyrir mig að byggja upp svona sögu og reynslubanka. En það mjög misjafnt svona eftir þjóðum og ég hef til dæmis verið með fólk frá Hong Kong og það bara brest í grát hérna í húsinu. Sögðu bara að þetta bara ótrúlega magnað upplifun. Við þekkjum ekkert annan með bara stór hús og bara allt úr bara járn og steinn og standa hér í moldarkofa. Það var alveg hápunkturinn í ferðalaginu. Þannig að hérna tekið mikið af myndum. Já, það tekið mikið af myndum og ég fekk í fyrra til dæmis ungt brúðhjón sem var að ferðast í kringum landi og var að mynda sjálfan sig í brúðkjólum og það kom hingað bara fyrir tilviljun og ég held að við vorum í myndatöku hérna í 2 tíma og æmið þessi myndir hér í okkar torfbæ með hvítum hesti. Það var mynd sem bara var valin eftir á til að senda vinum og ættingjum. En þegar þú varst að kynna þessa hugmynd, hristi ekki fólk bara hausinn svona í fyrstu? Já, svona í fyrstu. Hvað að gera? Ætla að byggja torfhús? Ertu eitthvað vitlaust? En bara leið að við vorum byrjuð þá bara kom líka fólk og var svona aðeins að fá að kíkja. Af því maður hefur ekki mikið tækifæri að sjá hvernig svona hús eru byggt. Og svo bara, leið að við opnuðum þá bara kom fólkið og fannst þetta bara mjög áhugavert og var líka dáist að því að ég skulle hafa svona hugrekki að bara koma sér í gang og koma sér í verk. Þannig að þú sér ekki eftir þessu? Nei, alls ekki. Síður en svo. Mér langar bara að halda áfram. Já. Hvað er næsta dagskránni? Það er svona stór spurning. Það hefur verið þinghús hér í gamla daga. Það hefur verið hálfkirkja. Þannig að það er ýmislegt sem hægt væri að kannski ekki endurbyggja vegna þess að húsin stóð ekki hér í gamla daga. En svona, hafa það svona sem fyrirmynd. Svo væri náttúrulega ótrúlega gaman að fá baðstofu eða eldhús eða bara heilt hús, bara heilt klappið. Þannig að þú ert sem sagt rétt að byrja? Ég er rétt að byrja, já. Og ég er meira en að segja bara með munir og hlutir sem ég þarf bara að fá rými fyrir, koma fyrir. Ég kem ekki öllu fyrir í hesthúsinu eða í skemmunni. Þannig að ég þarf að hafa eitthvað meira. Saqqumersitsinermut immikkorluinnaq ittumut tikilluangaaritsi. Taseralimmi saqqumersitsinerup immikkuullarinneranut pissutaavoq qulliit 25 missaanniittut assiingiaartuni qalipaasersorlutik ikumatinneqartut qullilerisumit eqqumiitsuliortumiillu naleraq eugeniusimit saqqumersinneqarmata. Misigitassiauni pilersuun malillu misigisassangorlu. Kisianaam ini on tasseralik allatut isikkoqalersillu. Taamamasorlu kuaqullersui isiinkalorlu kisi initama isiginiarneqarsinnaaru. Taavalu аллатулаа инитуиннаангитто исигалуу кисианни соорлу укуақалипаатит аллангоартут малиллуит мисигисақалаарлуни саққуммерситавут тассаангиллат қуллерсуит эққумиитсулиортулли қуллерсуит аторлугит қалипаасерсуинера мисигиссутсиниллу пилерситсинера саққуммерсиппарпут нипилерсуккат ассиингиаартут нипаат малиттаралугиллусоо қуллиит икумасиннеқартут налера иукиниусип сулеқатигисартагаанит Hans Ulia musinimit nipitellersorneqarsimapпут аама малугисимассаварси нипилерсуутеқарнерата мисигиссусеқ мисигисарси саккортусигаа ималуунниит аллангортикка нипилерсумалеққиссаарлу пукамерниарсерисарпакка кисинаама анна қуллиит икиттаарнерас икасаппаллаалингинниссала амтаан сианигисарпара тила уку исерсимасут ерлоқинарторсуарми сигисақангинниассама кисианнуаннерсуми qaamanertulli nipillersuut misigissutsinik aliangersimasunik ersersitsisinnaaவோq аллаат мисигиссутсинут
мисигеққусанут саатиссиннааллута Биумаама икиттаартеруиссуарлуи qullilerisinnaasaarpun assiigittu kisiunani pilersuumaannakkutusaasarput taama pallaanginnamila tusarnerami taawal tusaayumminarlun taama taakkunung tulluarsarluut qulliliap saqqummersitat imaluuni oqaraani ikumasuliat tallimangorma kingullermi ammaanersiorneqarput nalerar ikuiniusup aanaava aataavalu nayupput aanaavalu helka oqaaseqatsiarpoq tulluusimaaqaagu aataalu taamatut kusanartiisumik saqqummersitsisinnaagavit suli uwa utoqqannguraluarlu taata akumeriatsigit taamatut saqqummersitsisinnaaneret assut nuannaarpugut nalerar ikuinius isiginnaagassianut qullilerinermi ilinniaqarsimasuuvoq qullilerisaarnerullu saniatigut allanik suliaqartarluni namminersortutut sulisarpoq taakkua isigaanni qullilerinniinnaangitsorta ja suliassaqangaatsiart naammattorsuarn suliassaqarpung eqqumitsuliornerup aamma kultuurilerinermik taaneqartartup inussutissarsiutaasinnaanera naleqqap piviusunngortippaa eqqumitsuliornerup inussutissarsiutitut isigineqartarnerata killeqarnera malugisaraa allataani aamma takusarpara tamannali aporfiginagu ingerlarsorpoq allaat maanna eqqumitsuliornermik pinguartitinermillu ingerlatsisut peqatigiffianni siulittaasuulluni kisianaam nammini pilersitserusunner tanaam pigiakku tamaamma soor isiginnaagassiorner imalun saqqummersitsiner qullileriner allallu suliassarpassui tigorartarpakka nunattalu ukiumi sivisuumi taartarneraa torluarlugu pilersikkusutamini takorluguaqarnerarpoq sonnalungilarput aasakkuutilluulla qaamasuannarpoq taarsingisaannagaappuun tanal qullilerisuullunnu annerpallarnajarpo kisianni ukiortarpuama sivisoruissuarmi taal taartarluta sivisoruissuarmi ilaannikku isigisinnaasarakkit soorlu qanu atorluarneqarsinnaanersu pingortitarpun qanu sakkortutiisumila qaammartarnerso taavalu ukua inissiarsuit imaqanngitsu aamtaakkua allatu isikkoqalertinnissaaqarsaatigisarpakka maannali ukiorluni taartalereermat taseralimmi takuneqarsinnaasuni nalerar saqqummersitaqarluni aallarniuteqarpoq piumagaanni eqqissilluni issiaruyortoqarsinnaavoq misigissutsit pilersinneqartut malugalugi aamma qullersuaqarnera silataanit kusanartuliatut takuneqarsinnaavoq ingammillu taartalernerani аллангуутаанера малугиссагунарпарпут иллорсуақ иммини эққумитсулиатут исиккоқалиссаа исмаарпун таан ун мисигерусуккаан такорусуккаан таарсинерана атсаамаангарлун питсаанерпаас En ef við kaupir kassa af einu slátri í Netto, þá þetta sem sagt það sem í kassanum. Við erum mætt í hússtjórnarskólan á Hallormsstað en ástæða heimsóknarinnar að þessu sinni sláturgerðar námskeið. Það eru hollvinarsamtök skólans sem standa fyrir námskeiðinu og voru það þó nokkrir ungir sem aðeins eldri sem nýttu tækifærið ýmist til að læra frá byrjun eða rifja upp gamla takta í sláturgerð. Hollvinarsamtökin voru stofnuð árið 2017 og hafa það markmiði að efla tengsl við samfélagið, fyrrum nemendur skólans og aðra þá sem bera hagans fyrir brjósti. Samtökin eru þannig vettvangur fyrir kynningu á skólanum, námi og annarri starfsemi tengdri skólanum. Og hvað var til þess að þessi samtök voru stofnuð? Þetta var náttúrulega til þess að skólinn var kannski ekki alveg nógu vel setinn og skólastýra þurfti stuðning frá einhverjum. Ég tel að það hafi nú verið fyrst og fremst svona til stuðnings við skólan að þessi samtök voru stofnuð. Skólastarfið í hússtjórnarskólanum fer vel af stað þessa önnina. Ásta segir þó að nemendur mættu vera fleiri en skólinn getur tekið við alltaf 24 nemendum á önn. Hollvinir skólans hafa verið duglegir að standa fyrir allskyns viðburðum opnum almenningi, til dæmis baksnustnámskeiði og textilsýningu fyrrverandi nemenda og kennara, en á hana mættu rúmlega 100 manns.
svona markmiði hjá okkur að vera með svona 2 uppákomur á vetri. Svona til að vekja athygli á skólanum og kynnan og fá fólk til að koma. Það svona eiginlega númer 1, 2 og 3 hjá okkur. En ég held að það sé komin tími á að kíkja eins hvernig gengur í eldhúsinu. Herru, gerið þið svo vel. Svo bara ég hér til aðstoða. Það hún Harpa Rós sem sér námskeiðið að þessu sinni, en þar fer hún yfir grundvallaratriðin í sláturgerð og leiðbeinir þáttakendum í ferlinu. Hér eru hollvinir Hússtjórnarskólans á Hallormsstað að bjóða til vinnustofu í sláturgerð. Þáttakendur eru hér að taka lifrarpylsu, eða búa til lifrarpylsu og blóðmör og fá hér aðstöðu til þess og félagsskap og kennslu fyrir þá sem að þurfa. Það eru margir hérna sem að hafa gert þetta áður en sumir svona að stíga sín fyrstu skref. Ert þú snillingur að búa til slátur? Nei, ég alls ekki snillingur en ég hef verið húsmóðir til áratuga og hef tekið slátur á þeim tíma, margoft. Þannig það til komið. Hvað þarf til að gera gott slátur? Nýtt hráefni. Ég held að það sé bara lykillinn. Og hvaða uppskrift verið að nota? Heyrðu, þetta uppskrift sem kemur frá ömmu minni. Þetta reyndar bara frá Sláturfélagi Suðurlands en hún kom með hana í fyrsta skipti þegar hún kom hingað austur og hjálp mér að taka slátur fyrir nokkrum áratugum og ég hef notað hana síðan. Þau Gyða og Aðalsteinn slá sannarlega ekki vindtökin í sláturgerðinni og fara langt í frá tómhent heim. Af hverju ákvaðið þið að skella ykkur á þetta námskeið? Já, ég hef búin að reyna að fá hana tengdamóður mína til þess að taka slátur ég held bara 17 ár síðan við gerðum það síðast. Og það ekki alveg lukkast, þannig að ég stökk á þetta bara hjá hollvinunum og hingað við komin. Þannig að þetta er kannski meira til að rifja upp heldur en að læra frá byrjun? Já, það nú takmörk fyrir því hvað maður man svona hluti lengi, En ég reikna líka með að tengdafaðir minn panti nú eitthvað af þessu í súrtunnuna hjá sér. Ég ólst upp við sláturgerð í gríðarlegu magni og mikið gert af slátri og megnaði fór í súr. Þannig að í minningunni þá var bara heil vika undirlögu sláturgerð. En ég kom helst ekki nálægt í þá, vildi helst gera allt annað en að gera slátur. Þannig að ég í fyrsta skipti að dýfa hendi núna í slátursoppuna, Hvað þið að gera mikið? Við ætlum að gera 2 slátur, það átti að vera 6 keppir af hvoru, en við erum komið 10 hérna blóðmör og eigum svo eftir að gera lifrarpylsuna, þannig að við förum heim með mun meira heldur en við reiknaðum með. Já, og óvíst hvenær við komumst heim, því að þetta er náttúrulega bara heilmikið jobb, En hvað á döfinni hjá hollvinum Hússtjórnarskólans? Við erum ekki búin að leggja línuna fyrir næstu önn hvað við ætlum að gera en við ætlum að vera með einhvers konar námskeið í einhverju eða bjóða upp á komu eða þetta er ennþá í vinnslu. En það má geta þess að hún Kati sem var kennari hérna við Hússtjórnarskólan, hún að koma með námskeið í kunstbrótering í byrjun nóvember og það opið fyrir umsóknir á heimasíðu Hússtjórnarskólans á Hallormsstað og ég hvet menn til að koma því þetta alveg stórkostlegu kennari. Skólastarfi lýkur síðan hverja önn með stórri sýningu nemenda. Og þá kaffi hérna boðið upp á og nemendur sína afrekstur skóla ársins eða skóla annarinnar og það allir velkomnir á það og hefur verið mjög vel sótt í gegnum tíðina. Ásta og aðrir hollvinir vilja að lokum minna á að opið fyrir skráningu á vorönn í skólanum á heimasíðu Hússtjórnarskólans. Þegar fólk var að láta skrá sig og við vonumst til að við náum allavega 22 manna tölunni. Radioteateri. Manna allakatissavarbut qullilerfik
Qamani illorsuarmi tassa koanaaraatiup pisortatigoortumik illorsuani siullermi tusarnaagassiat soorlu qannatut ittut ukiut 30 matumasiorna immiunneqarsimapput ime qanaleqqa ayoqi kaffisoqatigiниanga kaffisussal nuliam utaqqivaanga ukiormannalu ukiortassaavoq koanaaraatiup ukiunik 30 taw aqanna raatiu inersua Niels Pavia Lynge 1976-mi teknikaritut ilinniartuutilluni koanaarimi sulilerpoq raatiukkullu ааллакаатитассиортарсимасорпассуут сулеқатигисарсимавай маттуллута аёқусерсорнеқараата уллунаасарлуит репутаасиалиортарпугут иммақалуунни хуяспиллилиортарлута пуюнааторюссууппут инуит пеққиссаарлутик сулиат тисиа эққарсаатигалу тусарнаагассиортулеқатигалугит тамааттаналунгиларпут қатангутигииниат аёқарсуутаат массаккут техниккиккут аторториссаарутит мутерниоқисут 70-сиккут наяртулернеранни синнаттуиннаасимаппут техникарамми тааманинамминнеқ тамармик қиутеқартариақартарсимаппут арлаани оққарлуттоқарсимаппут тасқиутстаак аториарлуит порнеққиорлугу таавални питиллугу таакуккунерта эққаим игиллу таамаасиллуу тасса атуффассисоқ куккунеқангитсум атуарсиннаасарпу таавал порнмастин ангаллаттак писиаанеқарсимап илангуллу Niels Paviap koanaarimi sulinermini suleqatigisimasarpassuи саилагаат раатиуккут ааллакаатитассиортарсимасут илаат Peter Harmigan таанна 70-сиккут наяртулернеранни упернавиммут иммиуссиартортоқ Niels Paviap ангалақатигисимаваа упернавиуллу иннуттай тамарлуиннагиаммик тикиллуаққусиарторсимаппут раатиум тусаамасартик иммиуссиарторлун тикитто инутта илассиарторлуу кутаариарторлуу таккусуут мисиистан алуторнарлун эққумиилаарп кисианаамнуаннерлу иллиллуққуяна нериуппунга паасақатигиннерулерамаартуут auf Wiedersehen. Við kvæðum ykkur hérna frá Akureyri og þökkum ykkur áhorfið, hafið það sem allra best og verið sæl.